Nú erum við stödd í 5 herbergja íbúð í Silfratjörn 1. Hér sjáum þið anddyrið. Út frá anddyrinu kemur gangur og þar eru skápar. Í þeim er fataslá og hillur. Til hægri frá anddyrinu er síðan fyrsta svefnherbergið. Og í því er skápur með fataslá og hillu. Höldum svo áfram hér út ganginn og förum inn í svefnherbergi 2 og það er mjög svipað á hitt og hér er líka skápur með fataslá og hillu. Hér er svo baðherbergið. Það er spegla skápur með hillum. Hér sjáum við sturtuna. Hér á móti sturtunni er síðan handklæðaofn. Hér er pláss fyrir þvottavél og þurrkara. Fyrir neðan eru 2 skúffur. Fyrir ofan eru 2 skápar með hillum. Og hér er síðan langur skápur með hillum og grind fyrir ræstivörur. Eða eitthvað annað. Sýnum ykkur inn í speglaskápinn. Sjáðu hillurnar í honum. Við höldum áfram. Förum hér inn í stærsta herbergið í þessari íbúð. Sýnum ykkur inn í skápana. Hér er fataslá og hilla. Fataslá og hilla og hillur. Svona lítur stærsta herbergið út í þessari íbúð. Hér sjáum við ganginn. Við höldum síðan hér áfram inn í eldhúsið og stofuna. Byrjum að skoða eldhúsið. Sýna ykkur inn í efri skápana, en í öllum efri skápum eru hillur. Hér sjáum við síðan helluborðið. Hliðin á ofninum er
skúffa. Svo eru hefðbundnar skúffur hér. Þið sjáið borðplötuna. Vaskurinn. Hér er pláss fyrir 60 cm breiða uppþvottavél, en hún er tengd í gegnum gatið hér í horninu og inn í vaskaskápinn. Hér eru svo fleiri skúffur. Og hér er síðan pláss fyrir 60 cm breiðan ísskáp. Svona lítur eldhúsið út. Og við höldum áfram, skoðum hér stofuna. Hér sjáum við svalirnar. Hér er síðan síðasta svefnherbergið, eða fjórða svefnherbergið. Það er lokað með rennihurð, eins og þið sjáu hér. Hér er einnig skápur með fataslá og einnig hillu. Ég ætla að taka síðan einn stuttan hring í lokin og fara yfir alla íbúðina aftur. Þetta er þá svefnherbergið. Hér sjáum við stofuna. Eldhúsið. Stærsta svefnherbergið. Baðherbergið. Gangurinn. Svefnherbergi 3. Svefnherbergi 4. Og við endum hér í anddyrinu.